Ég held að það sé nú bara, það voru svo margir hlutir, margir þættir sem og hlutir sem gengu upp, klikkuðu sem sagt saman á réttum tíma. Það bara, fyrst og fremst auðvitað, þjálfarar til dæmis ná ekkert árangur nema í gegnum aðra og þessir aðrir voru heppilega ansi góðir drengir sem voru búin að lengi saman, þekktu hvorn annan, eru með óbúslega mikla hæfileika og eru frábæri karakterar og hafa allir svona mikinn metnað. Þannig að leikmennirnir þurftu ákveðna umgjörð sem að Lars kom með frá Svíþjóð sem hjálpaði þeim að ná árangri og svo erum við með frábært starfsfólk í kringum KSÍ sem við erum bara, það er áluga á A-landsliðinu hversu gott fólk að starfa fyrir það og við höfum oft sagt hversu fámennt liðið okkar en við virðumst vera að ná sama árangri og aðrir. Þannig að þetta er svona, þetta er allt, þetta er vinnusemi og gott starfsfólk, góðir leikmenn, umgjörðin fín og þetta svona kom allt einhvern veginn saman á sama tíma. En margir þeir sérfræðingar sem ég hef talað við segja að liðsheildin hafi akkúrat verið sem aldrei fyrr. Þið hafi náð einhverju lími milli leikmanna sem hafi gert það að verkum að þeir voru allir tilbúnir að leggja sig fram meir en 100%. Og það sást alltaf á liðinu. Það voru engar stjörnur inn á leikvelli okkar megin. Það voru strákar sem voru tilbúnir að berjast allar 90 mínútur. Það hefur nú verið, að mínu mati, hefur það verið svona einkenni liðsins. Það er allir leikmenn vinnusamir. Það er enginn sem getur leyft sér að vera einstaklingur í þessu liði og ætla sér að skína og kostnaði einhvers annars. Og það hefur verið bara einkenni liðsins og ég held líka að svona leikmenn og staffið og þjálfararnir vita svona identityið á liðinu, fyrir hvað við stöndum. Við vita allir fyrir hvað við stöndum. Ef við gerum þetta svona þá eigum við möguleika á að vinna þá allra bestu. Og það er enginn að reyna að brjóta þessu út úr því mynstri. Ég held bara að nú var þetta stærra svið, það var svona kannski meiri fókus, þannig og fleiri að horfa á sem að sáu þetta, þannig að þess vegna held ég að menn hafi haldið að telja að það hafi verið betra núna heldur en áður, en ég held að það hafi ekki verið. Ég held að þetta hafi alltaf verið einkenni liðsins og það að vita fyrir hvað stendur og allir vita fyrir hvað stendur, það hjálpar náttúrulega liðsheildinni alveg gríðarlega mikið.